ætla að sýna ykkur hvernig við gerum hurðarnar á skápinn okkar hérna. Þessar tvær hérna. Þessa og þessa hérna hurð. Ég ætla að eyða þeim út hérna. Ég var búinn að stilla í fyrri hlutanum. Hérna voru búinn að búa til 3 gerðir af skápum. Ég ætla að hafa hérna 800 skápa og skipta hvernig það öllu máli. En það var hérna. Ég fer hérna í floorplan, gerir hérna Create, Extrusion. Ég stilli hérna 2370. Ég ætla að setja hurð sem er 2300 á hæð, það fyllir alveg upp í skápinn. Nema hún byrjar náttúrulega 70 mínútur ofan, 70 mínútur pluss 2300, þannig 2370. Ég er hérna í fataskápaæfing, setti floorplan fyrir ekki, kveiki hérna rectangular og teikna hérna fyrstu hurðina og sem að læsa. Þannig. Svo notum það hérna þessa línu og stilli þetta hérna á 800 mm. Svo getur smellt hérna á Dimension merkið. Þá virkja ég málsendinguna, þá þarf ekki að sækja henni uppi. Smelta svo aftur hana og fæ það lásin upp hérna. Og síðan nýti ég hérna á Finish Edit Mode. Og þá kemur hurðin okkar. Ég sá hérna, kemur hérna upp og niður. Ég ætla að tryggja það að hún læsi sem hún fylgi hæðalínunum. Hérna, referensplani fyrir hæðinu og referensplani fyrir sökkulinn. Hérna. Kemur hérna smá bíl hérna og ljómar þetta. Drega það síðan og tekur hann niður aftur og getur læst hérna. Sama hátt hérna uppi. Drega hann niður og drega hann upp og getur svo læst. Þá erum við búin að tryggja það að þessi hurð fylgi hæðunum, við byrjum breyta hæðinni. Svo einfaldlega til þess að búa til hina hurðina, þá ljóma hana hér. Vel hérna Mirror Pegasus. Smelli hérna miðlunni hér. Svona, og þá fá hurðinni hérna upp. Og ég þarf á sama alltaf að læsa henni hérna við hliðina. Drefa svona fram og tilbaka. Læsi. Drefa hana fram og tilbaka. Og læsi og fer svo við hliðarmyndina. Drefa hana hérna til og smetla lásinn og sama neðanverð til að festa hana við sökkulhæðina. Svona og svona og læsi. Íti svo hérna á Extrusion. Þetta er komið hérna. Veski. Hérna er alltaf gott að prófa sig áfram. Prófa hérna að breyta þykktunum. Family step, þið áttu að vera búin að búa til nokkrar gerðir í síðasta myndbandi. Hérna tek ég skáp sem er 600, hurðin fylgir með greinilega. Svo tók ég hinn að sjá 1200. Hérna, hýta apply og hurðin fylgir með. Þetta virkar. Þetta var fínt í bili. Ég ætla svo að sýna ykkur í öðrum myndbandi hvernig búið til höldurnar fyrir svona skápa. Takk fyrir þetta.